Í verkefni 13 höldum við áfram með sama skjal frá síðasta verkefni. Ég ætla að láta Excel reikna meðaleinkunn hvers nemanda og í kjölfarið á því meðaleinkunn hvers árs. Til að reikna meðaleinkunn nemanda þurfum við að byrja á að raða gögnunum eftir nemanda. Förum í B-dálk og veljum hérna A til Z af dataflipanum. Núna get ég sett meðaltölun inn. Subtotal skipunin er hérna líka undir dataflipanum, lengst til hægri. Subtotal, glugginn opnast. Hér þurfum við að fara yfir að minnsta kosti 3 stillingar. Við ætlum að reikna meðaltal fyrir nemanda og þá er hvert skipti sem að nemandi breytist í listanum eins og honum er raðað. Þá ætlum við að reikna ekki summu heldur meðaltal og við erum að reikna einkunn hérna 4. dálki og smellum OK. Núna eru millisamtölunum komnir inn. Ég ætla hérna að minnka borðan uppi bara við að tvísmetla hérna á einhvern flipan. Sést aðeins meira og ef við færum okkur niður og þá sjáum við hérna meðaleinkunn fyrir nemanda 1 fyrir ennþá niður og hérna meðaleinkunn fyrir nemanda 2. Sjáum við hérna 3 hnappa 1, 2 og 3 ef við smelli hérna á 2 þá dregur Excel saman meðaleinkunn hvers nemanda. Við smelli hérna einhvern plúsinn hérna hjá nemanda 3 og þá fá ég stakar einkunnir, allar einkunnir nemanda 3 og neðst meðaleinkunnina. Ég getur líka að nota þessa hérna hnappa ef ég smelli alveg á 1 þá fá ég grand average eða meðaltal allra einkunna, allra nemanda og fer í lag 2 með að smelli á 2 og ysta lagið eða þriðja lagið eru síðan stakar einkunnir. Til að fjarlægja millisamtölunar aftur förum við aftur í dataflipan, aftur á Subtotal og veljum hérna Remove All. Þá erum við aftur komið með skjalið eins og leit út á það. Núna ætla ég að bæta við einu lagi af millisamtölum og reikna meðaleinkunn hvers árs allra nemenda. Þá þurfum við að raða eftir nemenda fyrst og svo ári. Ég ætla að nota ADZ-hnappinn í staðinn fyrir sorpklukkan. Þá raði ég fyrst eftir ári, geri þetta í öfugri röð og dataflipan A til Z, þess að raða. Svo raði ég eftir nemanda, data A til Z. Núna get ég aftur farið hérna á Subtotal hnappinn. Já, stillingarnar frá því áðan eru óbreyttar öll með þessum. Við erum alltaf að reikna hérna meðaleinkunn nemanda, það fyrir efst. Við erum að reikna meðaltal, það er rétt fall og við erum að reikna af einkunn. OK. Þá er þetta eins og áðan, þetta er í 3 lögum hérna vinstra megin. En núna ætlum við að bæta við 4. laginu. Aftur á dataflipan og aftur opnum við Subtotal og núna ætlum við að reikna meðaleinkunn fyrir ár. Þetta er aftur meðaltal, óbreytt. Við erum aftur að reikna af einkunn en núna ætlum við ekki að reikna eingöngu af ári heldur við að bæta þessu lagi við. Þannig að við tökum hakið hérna af Replace Current Subtotal þá bætist það við. Skoðum þetta, smellum á OK. Þá lítur þetta svona út. 4. lagið er komið hérna vinstra megin og við sjáum hérna efst að við skoðum hérna eru 4 einkunnir frá 1990 fyrir nemanda 1. Svo kemur 1991. Við getum dregið þetta saman með að smella hérna á 3. Þá sjáum við meðaleinkunn fyrir hvert ár hjá hverjum nemanda.
Hérna efst er nemenda 1. Hér eru meðalenganir fyrir nemenda 2. Þá er bara eftir að vista skjalið og senda. Þetta er síðasta verkefnið í viku 2.